Fjöldi stungusára, skorin augun. Þetta virðist vera sami morðinginn. Dánartími. Það er erfitt að segja. Kuldinn flækir máli, ég myndi skjóta nokkra daga. Hún gæti sem sagt verið fyrsta fórnarlambi okkar. Með blóðið frammi og förin aftur á skónum, þá verður hann dregið hana hingað niður lifandi. Fyrsta stungan var gerð hana frammi. Og eins og þið sjáu, þá dreifist blóðið yfir talsvert stærra svæði en í hinum morðunum. Hann stingur hana frammi og dregur hana blæðandi á milli herbergja. Til hvers? Það lítur út fyrir að hann hafi sest þarna eftir að hafa stungið hana. Til þess að horfa á hann að deyja? Nei. Það er herbergið. Ha? Hún átti að deyja hérna inni. Þetta herbergi hefur eitthvað sérstaka merkingu fyrir hana. Kata... Já. Við þurfum að flytja líkið til Reykjavíkur á Mýró með morgunfluginu frá Oslo. Er ekki kominn tími til að Ísland eignist sinni eigin réttarmeinafræðing? Hún þarf alltaf að þiðna, svo við þurfum hvort þau að bíða. Það var Hákon. Hann er með vitni á næstu bæ. Minn góður, hvað er eiginlega í gangi? Þekktirðu Brynju persónulega? Nei, ekki persónulega. Hún keyrði svolítið fram hjá bænum bara hérna þegar hún var að leiða upp á Valhöll. Fór þangað í labbitúra og svona. Geturðu sagt okkur eitthvað Valhöll? Nei, ég veit ekkert mikið. En ég held að þetta hafi ekki verið góður staður. Ég held að þetta hafi verið algjört helvíti fyrir þessi stráka grey. Dóttir mín sagðist að séð hérna 2 bíla keyra fram hjá daginn. Veitti því svo sem enga athygli fyrir bara þarna ég frétti hvað gerðist. Pálína er aðeins á eftir í þroska, þannig að við bara þurfum að gefa henni smá tíma. Já. Ég fer til Brynju. Sé ykkur þar. Ok. Það eru komnir gestir. Þau heita Kata og Arnar og eru komin alla leið frá Reykjavík. Og þau langar svolítið að spurja þig út í það sem hún sagði mér daginn. Manstu eftir því sem hún sást? Er stundum svolítið feimin við ókunnuga? Sem alltaf, ég prófi. Já, þetta. Hæ, Kata heiti ég. Vá, ertu svona flink að teikna. Hún teikna allar þessar myndir. Langaði alltaf að segja mér hvað þú sagði mömmu daginn. Það sem hún sást. Langaði að teikna fyrir mig það sem þú sást. Vá, takk. Er þetta jeppi? Ná, flott. Sástu eitthvað meira? Er þetta líka jeppi? Nei, þetta er lítill bíll. Bíll morðingjans. Kannski, en þú getur ekki nota myndina til að láta lýsa til bílnum. Þú segir ekki. Hvað heldur séu margir litlir gráir bílar á götunum? Það er landskár en ekkert. Ef krakkinn er að segja satt. Já, þú ert svona hress. Herðu, fjarvistasönnun Ragnars stenst. Það var á Spáni þegar að Brynja hvarf. Ragnar er saklaus. Ok. Ég fer á bæðiskrifstofuna. Hvernig gengum við Valhalla, strákuna? Við erum að byrja. Það tók til að finna eitthvað inn á löku. Ok. Er þetta Arnar? Já. Má ég heyra það síðan?
Ellingur ætlar að fá að tala við þig. Hæ, Arnar, heyrðu, sko, ég kemst bara í eina vélarnu frá. Og? Og ekkert, bara, þú veist, ég verð að komast í einhverjum vélarnar. Býta þess. Hákon, getur hjálpað Erlingi að finna allar prívat öryggismyndavélar í bænum? Já, sjálfsögðu. Hann Hákon hringir í það þér. Cool, takk. Hvernig gengur? Það sá engin gráan bíl. Ég þarf bara að halda áfram að leita. Ég bara skil þetta ekki. Brynja, ég meina, kurteis og ljúf og fór aldrei neitt fyrir henni. Það er bara heilt bæjarfélag í áfalli. Fólk er bara dauðhrætt. Ég meina, hver drepur gamla konu? Já, fyrirgefðu. Ísvel. Hef svo bara samband við kollega þinn, þannig að... Passar. Bærinn rak Valhöll fyrir ríkið. En ég er ekki viss að gögnin séu til á rafrænu. Það getur verið niður í kjallara. Láð mér að sjá hérna. Jú, rekki 5. Getur fengið að sjá þig? Já, það ætti að vera hægt. Þekktirðu Brynju? Það þekki allir alla hérna í Borgarnesi. Voruð þið vinkonur? Vinkonur? Nei. Nú, við áttum okkar sögu. Ég hótaði að kæra hana til lögreglunar þegar hún vann hérna á elliheimilinu. Af hverju? Hún var sjúkraliði á deildinni hans pappa og vanrækti hann og aðra sjúklinga hræðilega. Hann endaði á spítalan, pappi. Ég hefði átt að fara með þetta lengra. Hérna er þetta, rekki 5. Kassinn Valhöll er horfinn. Öll gögnin Valhöll voru send inn í dómsmálaráðuneyti. Já, ok. Ég ætla að beða Helgu að hafa samband við ráðuneytið. Við þurfum að fá þessu gögn. Arnar, Já. á ekki að pikka upp? Heyrðu, ég tala betur við þegar þú kemur. Heyrðu, hann er hérna bara hjá mér, eigandinn, hérna... Hvað á ég að segja við það? Já, ég þarf að vita hvernig þjöppunarstaðla hann er að nota. Ég þarf að fá hann að baku og spyrja hvort hann sé að nota H264, MPEG-4 eða Motion JPEG. Þú verður bara að tengja þetta við serverinn. Ég er ekki að fá þetta gegn. Þú getur líka bara að opna þessu inn á USB-leikil. Ertu ekki með hann? Þú opnar bara kerfið á hann. Ég skil ekki orðið það sem þú ert að segja. Hérna, er ekki best þú talir bara beint við hann? Ok, já. Já, býtu. Fyrirgefðu. Já. Hann vil tala við þig hérna hérna öryggismyndavélarnar? Já, allt í lagi. Heyrðu, blessaður, hann félagi mín hérna, hann er ekki alveg að ná þessu. Þú ert örugglega að nota H264, MPEG-4 eða Motion JPEG sem þjöppunarstaðal, eða ekki? Nú? Ok, en já, þá verður þú bara að fara á baku og tengja það inn í kerfið. Þú getur notað USB-leikil og ættir að finna fælinn á C-drifinu. Hann vil tala aftur um því. Ég held að ég svolítið bílaður. Sælaftur. Hákon, þú verður að fara á bakvið og finna fælinn. Ég er ekki að fá þetta í gegnina. Hann ætti að vera á C-drifinu, nema að þetta nota mjög Er ekki bara best að þú komir vestur? Koma vestur? Já,
Nei, ég hef ekki tími í það. Ok. Gætirðu endurtekið þetta? Já, sem sagt myndin greinilega lykillinn. Hugrún að vinna í því að lyfta fingraförum af myndinni sem fannst hjá Ómari, en okkur vantar myndina ykkar strax. Halló? Þetta? Arnar? Eruð þið þarna? Svariði mér. Halló? Halló? Já, við erum á leiðinni. Er búið að tjekka hvort Þór hafi fengið mynd? Við erum að vinna í því. Við erum að kanna það hjá Írisi. Ok, og hvað segir dómsmálaráðuneytið? Sko, skjölin Valhöll eru þar. Það var gerð skýrsla öll drengjaheimili landsins fyrir nokkrum árum. Fáum við þessa skýrslu líka? Já, hann koma í hús seinna í dag. Ég talaði við mannin sem leiddi gerðina. Það er sem sagt Pétur Alfreðsson, núverandi ríkissaksóknari, og hann ætlar að taka þetta allt saman og senda þessi gögn. Skaplega mikilvægt að núna... Já, hérna, við tölum bara betur við ykkur komum í bæinn. Nei, Kata, ég er ekki búinn. En svo ég... Katrín, geturðu talað við mig? Ég hef ekki tíma akkurat núna. Núna, Katrín. Hvað? Þú ákveður ekki hvenær samtölu okkar enda. Ha? Þú veist nákvæmlega hvað ég er að tala um. Þessi rannsókn er á mína ábyrgð, þú veist það. Ég vil fá að vita allt, sama hvað, og ég vil ekki þurfa að segja þetta við þig aftur. Er það skilið? Já. Gott. Pétur er á leiðinni. Pétur hver? Ríkissaksóknari, Katrín. Þú stýrir þessari skýrslugerð eða hvað? Já. Ég var formaður rannsóknarnefndarinnar á sínum tíma. Seldi ég nú að titill skýrslunnar lýsir nú innihaldinu best. Það voru öll drengjaheimili á landinu skoðuð. Öll. Og líka Valhöll. Og hver var niðurstaðan Valhöll? Já, bara fyrirmyndar heimili. Engar athugasemdir? Nei, í rauninni. Það er ekkert óeðlilegt svona í ljósi sögu þessara heimili? Nei, ég held að fólk gleymir í stundum að flest þessara heimili voru nú bara býsna vel reikin. Og það á líka við Valhöll, þetta kemur það fram í skýrslunni. Kaflinn Valhöll er miklu styttri en aðri kaflar í bókinni. Hvernig stendur það því? Valhöll var nú bara starfrætt frá hvað? Byrjun árs 1986 til 1988, þannig að menn önnur heimili voru reikin í marga áratugi. Við erum með ljósmynd sem var tekin á Valhöll, sýnir 12 stráka, samt eru bara 4 menn teknir tali fyrir skýrsluna. Ég held að flestir þeirra hafa bara ekkert viljað tjá sig um málið. Finnst þér það ekkert óeðlilegt? Ég er bara ekki rétti maðurinn til að spyrja því. Hvað meinarðu? Ég var bara fenginn hingað til þess að gefa ykkur innsýn í þessa skýrslu. Það sem ríkislögreglur þurfi að gefa sér kynna að Valhöll tengist þessum morðum. Og þú sér enga tengingu? Ég hef bara engar forsendur til þess að fjalla um morðrannsókn sem ég bara veit ekkert um. Djöskjaftaði. Katrín, sko það er búið að fyrir með 3 morð. Og það þarf enginn að segja mér að þau tengist ekki Valhöll beint. Þrátt fyrir þessa skýrslu.
Svona hvað taka þetta með kynnaði? Nei. Nei, gott. Ekki gera það. Stendur þið vel? Við ætlum bara að gera okkur besta. Þetta er svakalegt, maður, þetta. Vitið þið hver þessi brjálæðingur er? Þú veist, ég má ekki tala þetta. Nei, ég veit, ég meina, þetta er bara eitthvað svo bilað. Mamma, hún þorir ekki lengur út úr húsi, sko. En ég talaði við Kára. Ó, ok, og? Við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu. Ok, en hvað með þessi slagsmál og þetta vídeo? Já, slagsmálinn, það var ekkert. Og vídeoð, hann kannaðist ekkert við það. Þannig ég held að við höfum bara verið með óþarfa áhyggjur. Ok, það er gott að heyra. Takk fyrir að láta mig vita því. Já, það var ekkert. Ok. Við heyrumst. Já, við gerum það. Gangi ykkur vel. Já, takk. Bye bye. Bye. Svenni. Já. Getur hringt á leifbíl fyrir mig? Ok. Já, klokkan þig. Það fá eitt bílinn og þetta lögreglustjóran hverju. Hvað viltu, Eyja? Mér langaði bara til að hitta þig. Hvað veit Leifur hvar þú ert? Þú las bréfið frá mér. Ég frétti að þú hefur heimsótt pabba. Ég saknaði þín. Og ég held að Jóna hefði gaman að því að kynnast frænda sínum. Ég hef ekkert við ykkur að segja.
var hér, ég sildi út morguninn. Eru kamerur á bátnum? Auðvitað. Snýr einhver þeirra þangað? Já. Ok, ég þarf að fá að sjá myndefni á henni. Ok. Þetta úr kamerunni sem snýr út á bryggju. Ok. Getur þú spólað aðeins tilbaka? Já. Stopp. Ok. Ég getur play. Hann er að ráðast á hann. Getur þú spólað aðeins tilbaka? Já. Stopp. Hanna. Mist hann eitthvað? Hæ. Takk. Myndbandið sýnir að Þór þekkti morðingjann. Alveg svo Ómar og Brynja. Einmitt. Það eina sem tengir þau saman er Valhöll. Það sem við unnum. Já, ég tók út fyrir það. Ég held að okkar næsta skref sé að fara að tala við alla drengina sem voru á Valhöll. Já. Guðrún. En hvað með Interpol-gagnagrunninn? Nei, ekkert mats. Ok. En hnífurinn passar við stungsvara? Já, lengd og breytt samsvara stungusjárunum. Er þið sem að sé enginn notaði fingraför á myndunum? Já, því miður. Fékk Þór enga mynd senda? Það er ekki samkvæmt Írisi. Hann gæti að fengið póstið fyrrverandi. Ég get alveg kallað á þig þegar niðurstaðan liggur fyrir. Ég býð bara. Hvað er það? Við byrjum nýlega að safna í DNA-banka, æðstu ráðamenn og löggur og þannig. Ef við skildum þurfa á því að halda. Fyrirverandi hana Kötu, vinni hjá fyrirtækinu sem sér um það. Blóðið á hnífnum mennst. Þurfum að bera þetta saman við fórnarlöpin. Ok, hvernig fær niðurstöðun á því? Ef við kemur svo strax í flug til Oslo og þú hringir, þá er aldrei að vita nema að þetta verið tilbúið í dag eða morgun. Tala við það. Hvar er Kata annars? Sko, þetta verður að vera skýrt. Það gengur ekki að þú sýnir því fólki sem er að aðstóða okkur við rannsóknina vanvirðingu. Vanvirðingu? Já. Þú sást skýrsluna. Þetta eru bara léleg vinnubrögð. Allt sem stendur í henni er bara tóm þvæla. Það skiptir engu máli. Þú hagar þér ekki svona, Katrín. Ég hringdi í Pétur og baðst afsökunar fyrir þína hönd og deildarinnar og þakkaði honum fyrir hjálpina, Katrín. Katrín! Ef svona laga gerist aftur, þá læt ég Arnar taka yfir rannsóknina.
Fyrirgefðu, Helga, þú Veistu það, við megum bara ekki við því að rannsóknin klúðrist vegna þess að þú getur ekki haft stjórn á skapiðinu. Er það skilið? Já. Gott. Það var ekki fleira. Hver er staðan hérna? Herru, Jóhann Agnarsson, eftir ofneyslu fyrir 9 árum. Bjarni Viktor Kjartansson hengdi sig fyrir 15 árum. Það er ekki séns að Valhöll var venjulegur staður. Ok, 4 nöfn, 2 dánir. Af hverju gengur svona erfilega að finna drengina á þessari mynd? Ég bara, er ekki komin lengra með Nei, hérna, ertu með kontaktana þessa 2? Já. Já, hafðu upp á þeim. Ég þarf að tala við þá. Já, ég gengi það. Hérna vatnið. Já, takk. Kom, taskan. Já, ég er að reyna að hafa honum við í ljósi. Ég er bara að reyna mínútur. Já, ekkert mál. Ok, sorry. Já, sætt fyrir ekki. Ég heiti Lísa Geirsson og ég er ekki eftir lögreglu. Ég er að hafa við í ljósi. Já, við erum ekki íbúin fyrir það. Hugrún, ég er búinn að hafa samband við Noreg. Þeir eiga von á þessu. Halló? Þetta er lögreglan. Ester Jónsdóttir. Er hún heima? Þú Fannar? Já. Sæll. Arnar heiti ég, einn af rannsóknarlögreglumönnunum í máli föðurins. Mamma er heima. Hún er sofandi. Geturðu vakið hana? Ég þarf að tala aðeins við hana. Já. Þegar mamma og Sigur er alveg hægt að vekja hana. Ok. Heyrðu. Geturðu beðið hann að bjalla í mig þegar hún vaknar? Ok. Heyrðu, ein spurning. Fékk pabbi þinn póst sendan hingað? Já. Já. Ok. Getið nú hvað fengið að sjá hann? Nei. Hvernig er Valkyrý?
Ég spilaði Eve, heilengi. Já, ok. Viltu prófa? Nei, takk. Kannski seinna. Cool. Spilaðu stundum við pappa þinn? Hérna er það. Má ég? Já. Hvernig kom þetta bréf? Fyrir nokkru vikum. Þetta er ljósmynd. Skoðar hana? Já. Þekktur þú pappa þinn á henni? Já. Þekkirðu fleiri á myndinni? Nei. Veistu hvort pabbi þinn hafa átt eitthvað óvini? Nei, ég held ekki. Nei. Það var einn náungi sem að réðst á pabba stjörnutorgi samt. Hvernig þá? Réðst á hann? Bara öskra á hann og hóta á hann. Já, hvað langt síðan? Nei, svona 2-3 vikur, eitthvað þannig. Jú, heyrðu. Sýndu mig hvernig þetta virkar. Ok. Nei. Sjá. Svo nota þennan til að prófa. Sjá. Nota þennan taka. Já. Þú heldur það svona uppi. Það fara svona áfram. Og það fer niður. Já. Og prófa það bara. Prófa það bara. Sér bara hraðar hérna. Það fer alveg svona tilbaka. Prófa það. Þú vil líka halda þessum uppi svo það fara áfram. Já, já. Hæ. Skoðaði öryggismyndavél á Stjörnutorgi fyrir 3 vikum. Plús mínus vika. Leitaði að Þór. Þú láttu barnavörn tjekka á aðstæðum Fannars Þórssonar fyrir mig. Takk. Heyrumst. Kata, allt í lagi? Já. Þú viss? Já, ég er bara smá time-out. Þú ert ekkert að ofkera þig það nokkuð? Þetta er bara langi dagar. Kata, það er eitthvað að bögga ég sé það. Hvað myndir þú gera ef að Óli litli myndi lenda í slæmu félagskap? Eða þú veist, seinna mér. Hvað meinarðu? Það er bara ef þú vissir að hugsanlega væri eitthvað... Æ, ég veit það ekki. Kata, kom eitthvað fyrir Kára? Nei. Eða, hann lenti í slagsmálum í skólanum og ég veit bara ekki alveg hvernig ég á að tækla það. Ég var næstum bara svona hjartafall, ég held að eitthvað hræðilegt hefði gerst. Ekki hafa ágjur á hann, hann er frábær strákur, þetta er bara eitthvað sem strákar gangi í gegnum, kallast hormónar. En þú myndi gera allt til þess að hjálpa barninu þínu, er það ekki? Ekki spurning. Einmitt. Þarna eru þið. Ég fann aðra mynd, heima hjá 400 Þórs. Ok. Frábært. Heyrðu úr því ég er með ykkur bæði. Komið. Öll 3 bréfin voru send frá pósthúsinu upp í Mjót fyrir 3 vikum. Ok. Erlingur er að fara í gegnum CCTV-efni þaðan. Sjáðu þetta. Grár bíll hefur bakkað á grindverki við Valhöll. Heyrðu, býtu, stelpan teiknaði mynd af gráum bíl, var það ekki? Hún brotið afturljósið. Já, Brynjar hefur verið fyrsta fórnarlampið. Hún getur leitað að gráum bíl með brotið afturljós.
Hei, heimilisföng og símanúmer hjá Benedikt og Viðar eru komin. Hvað segirðu, hvernig hefur að hafa þetta? Þá hvað? Hvernig hefur að tala við fyrst Viðar eða Benedikt? Tala við Sighvat? Já. Hvað viltu taka? Bara Viðar. Ok. Sæll Viðar. Við tölum saman í síman áðan. Ég er frá rannsóknardeild lögreglunnar. Eins og ég nefndi við þig að þá þarf ég að spyrja nokkra spurninga varðandi eitt mál. Geturðu lýst Valhöll fyrir mér? Og hvernig var komið fram við ykkur þar? Ég veit að það er langt liðið og það er örugglega erfitt að rifja það upp, en það myndi hjálpa okkur mjög mikið. Hvernig komið var fram við okkur? Það fór nú bara eftir deginum, hvernig skapið þau voru í. Sumir voru barðir mikið, aðrir lítið. Er þetta það sem þú vilt heyra? Eða viltu heyra frá skiptinu sem það handleggsbrutu mig fyrir að hella niður? Eða þegar mamma og pabbi kom í heimsókn að afmælinu mínu og ég var læstur inni. Þeim sagt að ég væri reiðtur. Eða á kvöldin þegar einhver strákur var tekinn og... Hvar var lögreglan þá? Eða barnaverndaryfirvöld? Hvar voru þið? Ég var náttúrulega ekki... Já, allt í himnalagi núna er það ekki. Ég sagði þessu skýrsluhöfundum ykkar allt og hvað var gert. Ekkert! Má ég sýna þér eina mynd? Hann erum við. Allir sem einn. Svo ungir og vitlausir. Manstu nöfnin á einhverjum á myndinni? Tommi. Hann var alltaf að strjúka. Ég hefði átt að strjúka með honum. Varstu í einhverju sambandi við hann í dag? Tomma? Hann hvarf. Hvenær? Nú á Valhöll. Manstu nokkuð hvað svona var? Nei, hann var bara kallaður Tommi. Sumir strákarnir héldu hann hefði komist í bæinn. Ég veit það ekki hann. Hann hefur bara horfið ofan í sprungu. Hann bara gufaði upp. Ég hringdi niður á stöð fyrir nokkrum dögum. Hringdirðu? Hvað meinarðu? Já, ég hringdi. Beið og svo slitnaði sambandið, svo ég hringdi aftur. Beið. Og þá var einhver kona sem tók niður númerið mitt. Ekkert mjög skilvirkt kerfi hjá okkur. Hvað, það tók ykkur viku að koma hingað. Og ég hringdi og sagðist vera með upplýsingar Valhöll. Ertu til að deila þessum upplýsingum með mér núna? Viltu vita sannleikann? Veistu, það eru allir á nálum út af þessu kringum mig. En ég er feginn að einhver tók að sér að drepa þetta fólk. Í alvöru. Getur þú kannski sagt mér hvar þú varst 8., 14. og 15. nóvember síðastliðinn? Hérna. Og getur ykkur staðfest það? Já, já. Kollega mínir geta staðfest að ég var hér alla þessa daga. Ok. Hefur þið séð þessa mynd áður? Valhöll. Algjört helvíti á jörðu.
Manstu nöfnin á strákunum? Jói, Hlynur, Tommi. Manstu full nöfn? Nei. Við vorum bara krakkar. Og hvað með starfsfólkið? Þór, Ómar og Brynja. Já, og svo var það Gummi. Gummi? Já, hann vann þarna í nokkra mánuði. Gummi var svo eini sem kom vel fram við okkur strákana. Og hann er ekki á myndinni, eða? Nei. Það var hann sem tók myndina. Ég er ekki búin að ná að fara almennilega í gegnum þetta. Það er alltaf leið. Það segðu mér. Var hann ekki í grænni úlpu þegar hann fannst? Jú, passar. Og heldur að beinagrindir sé á þessum strák? Hæ, þú ert ekki eftir að trúa þessu. Kata, það var annar starfsmaður. Það var annar starfsmaður á Valhöll. Við þurfum að finna hann strax.